Komið sæl, ég heiti Sigrún Ágústsdóttir, ég ætla að segja ykkur aðeins frá friðlýsingum. Eins og ráðherra kom inn á þá er orðið töluverð fjölgun í friðlýsingum og það er gríðarlega ánægjulegt. Við höfum átt mjög gott og lipurt samstarf við ráðuneytið og ég vil nota tækifærið og þakka fyrir það og eins alveg frábært samstarf við mörg sveitarfélög. Það er líka mjög þakkavert og algjörlega nauðsynlegt vegna þess að síðan þurfum við að vinna áfram í að láta þessi svæði lifa. Það er ekki búið þegar við skrifum upp á friðlýsinguna og pappírinn fer í birtingu. Svæðið þarf að þróast og við þurfum að viðhalda því. Árangur í friðlýsingum, hann ræðst af forgangsröðun umhverfisráðherra, það ræðst af forgangsröðun í náttúruverndaráætlunum og það ræðst líka af hugmyndum sveitarfélaga og landeigenda sem okkur berast oft algjörlega þeirra frumkvæði. Og þau tækifæri þurfum við að nýta, þá þurfum við að taka í það útréttu hönd og segja já, förum í þetta. Vegna þess að þá er á fylgi mjög mikill kraftur verkefninu. Samtals voru friðlýst 18 svæði, við vorum að endurskoða nokkrar eldri friðlýsingar, en þetta gerir 20% fjölgun í friðlýstra svæða úr 90–108 á þessu tímabili. Þau eru fjölbreytt, bæði jarðfræði og líffræðileg fjölbreytni, útivist almennings, allt mögulegt. Í friðlýsingum erum við með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi auðvitað, komandi kynslóðir, fá ávinninginn. Við ætlum að njóta núna og síðar. Fjármagn hefur verið gríðarlega aukið í friðlýst svæði og þannig raunverulega líka tryggjum við árangurinn. Ráðherra á heiðurskilið fyrir það að afla meira fjármagns. Það var minnst á þessi svæði hér áðan, Dimmuborgir, Hverfjall, 2 nöfn. Búsvæði Blesgæsinnar, Andakíl sem er líka Ramsarsvæði sem skiptir mjög miklu máli. Í Þjórsá er þessi fallega Viðey sem einhvern veginn hefur verið einangruð þarna í ánni og Litla Paddan, Tjarnarklukkan, skiptir miklu máli, keðjan í lífríkinu. Og Kalmarshellir, þarna ætlum við ekki að hafa aðgang almennings vegna þess að við metum hvert svæði fyrir sig, það bara þolir það ekki. Ég ætla aðeins að segja ykkur líka að við höfum unnið að friðlýsingu Látrabjargs og það var svo sérstakt að sett fjármagn inn á það svæði og sérfræðingur á svæðið áður en það var friðlýst til þess líka að tryggja góða samvinnu. Já. Enn og aftur kærar þakkir fyrir gott samstarf og höldum áfram að passa upp á friðlýstu svæðin okkar.